hvernig gekk og svona. Þetta náttúrulega krakkar sem þau á framhaldsskólastigi, en meðalaldurinn 24 eða 5 ár. Og það frá Hugur, tímarit félags áhugaskóla sem heimspeki, var nýkomið út með tema gervigreind og heimspeki og hugmyndina Þetta eitthvað sem við getum og þá datt mér að nota sömu leið og tók bara alls konar sem að tengist gervigreindinni og allar þessi tækni eins og menntaði út bara á svona spjöldum alls konar sem svo vélmennikennslu þetta hafði verið mitt rætt þetta í Japan og eitthvað vélmenni með tilfinningar sem var búið að ræða þetta var eitthvað sem var búið að vera að ræða einhvers staðar í fjölmiðlum eða einhvers staðar miðlum gervigreindar áhrifavaldar rómantísku félagsskapur fyrir einstaklinga eða föður kattaróbót fyrir eldri borgara hundaróbót í stríð út að borða með róbót og í bíó og leik og svo eftir svona veruleiki sem að verða svolítið til gervigreindi sem listamaður eða sem námsmaður sjálfkeyrandi bílar sjálfsættu passar í verslunum kynlífsverkafólk og gervigreindaklám þetta var sem kom úr DFF sem var að vera fjallum en þetta var allt einhvern veginn svona í umhverfum gervigreindin í stað lækna og sumir með vísir að þessu þegar maður fengið í heilsuveru eða gervigreindin í stað sálfræðinga róbótar og gervigreindarkarakterir með einmannleika barna og svo framvegis við skoðum bara út frá línunni sko, hvað er góð eða hvernig var þetta orðað hvað er jákvæð eða góð tækniþróun og hvað er slæm eða neikvæð tækniþróun þá skoðum þau kosti og þessa röðust upp hvað væri ásættanlegt og gott þessari tækniþróun og hvað væri eitthvað sem væri þá er komið svona til ræða efni sko. En svo náttúrulega þarf maður að stýra og spyrja úr spurninga og sumir kannski taka spurningum eins og gengur hvort sem það er frá samnefndu sínum eða frá kennaranum en ég er búin að benda þeim á að þetta er svolítið eins og að vera bara að spila fótbolta eða í skák maður á ekki að fara í fílu þó einhver sparki boltan eða þó einhver sko drepi hjá manni skákmann sko það var það hluti af leiknum þannig er við að eins og þau voru pínlítið hrædd síðustu viku þegar ég baði að gagnrýna svör hinna og ég sagði við erum ekkert að ráðast á fólk persónulega sko og heldur erum við bara svona eins og við sem að spila fótbolta eða tefla eitthvað við erum að vinna með hugmynd Á Íslandi er ég aukvitað að það er ákvæmt að nota orðið endurgjöf já hugmyndir já, því að gagnrýni er það er oft svolítið neikvæð já, endurgjöf er mjög gott orð ég notaði þetta í mig þýðing og feedback já, ég var ég sagði undarlegt en ég hef ekkert betra ég veit ekki hvað ég sagði þeim því að ég notaði gagnrýni ég notaði eitthvað annað milda ábendingar hvort ég sagði ekki bara við vinsamlega ábendingar viðbrögð já, eitthvað viðbröð eða eitthvað svona sem þetta er náttúrulega hægt úr kennslufræði já endurgjöf en gagnrýnir er sjálfur sér ekkert neikvægt orð þetta er skilningurinn sem það skilja þá er þetta spurningin sem kennari þú veist, er ég að fara að breyta orðinu sem ég nota eða er ég að fara að taka umræður orðið gagnrýni og við kannski nota það á ólíkan hátt skilji þannig að það sé ekki svona út af því að mér er svo gott líka að hugsa bara við getum bara nota þetta á góðan hátt ég veit það þó að það sé einhver smá hleðsla í kollinum og þetta er neikvægt ég útskýr alltaf þess að hugræningatengsl við segja alltaf svona þú veist, við erum oft hugmyndir hún getur jákvæð og alls konar og þessi svona hugtakagreining hún er mjög góð í svona já, mjög góð í svona en svo gengur náttúrulega ekki alltaf allt bara eins og gefur að skilja og ég man að ég var betur með hóp sem ekki því að það voru einstaklingar sem bara viljuðu og þeir bara komið að við viljum bara og þá er komið svona sem höfðu valið að þeir svo náttúrulega bara þarf maður að dýra og spyrja á taka spurningum og hvort það er frá okkur og samnefndu sínum eða frá kennarinn
og enda á að draga inn þetta svolítið eins og að vera bara lastum. Og þá kom ég með svona viðbóðsefni sem að ég hafði svolítið kynnt fyrir að bóta á þessu. Ég var að fara í bílu þó upp í sparkiból. Þegar mikið stundu grein heimspekina sem kallast fyrirbarafræði. Við erum að vinna bara með svona skynjanir eða svo einhvern drepi hjá einhvern sem koma með þetta hlut á leika myndrænt og þau fóru að bara svona túlka. Og þá gæti hver og einn túlka að síðan haft og það var minna niður með að það saman. Þess að þau voru pínlítið hræddir síðustu viku því ég baði en maður gæti svo mikið vera endan alltaf en það stundum sem að sumir eru bara ekki alveg tilbúin. En í hópaskiptingunni einhverja strategíu saman með yfirrillisækjuna að greiða þeim eða að vera bara saman? Það voru aðalega grína ekki þá það svona kannski ef ég leysi að vinna þetta ráð þetta ásmakki nefnum svona smá hópa bara eins og við sem að spila fótbolta og svo við vinnum hugmynd Á Íslandi það var mjög einnig brotan þetta var mjög einstaklega Setti hinn nei, hinn bara í svona barði vinda því gagnrýni svona þeir eru sorgast neikvæð endur gefur mjög gott ég notaði þetta var fylgja þannig að það þannig maður getur ekki alltaf vita svona að gera að reyna notaði líka gagnrýni ábendingar fólkinn sagði ekki bara við vinsam stundum var með eitthvað umfjöldunarefni eitthvað svona sem að stund bara umræðni tæmt og það bara 20 mínútur eftir tíma og þá vantar eitthvað svona til þess að draga sig áfram eitthvað svona samræðu plan eða eitthvað svona vera búin að hugsa þetta svolítið lengra eða þá að við erum komin við teljum okkur vera að koma í niðurstöðu hér og við teljum okkur ekki að komast lengra þá getum við bara, erum við þá ekki með annað mál sem við getum vitað upp á þannig það er svona dæmi um svona áskoranir sem er í gangi en ég ætla nú að getum sýnt ykkur þessa mynd ég fór í skólaheimsókn einu sinni til get ég ekki stækkað það í skólaheimsókn til Bandaríkjanna í New Hampshire það er skóli framhaldsskóli þetta er mynd sem þetta er ekki mynd sem ég tók sem að er í New Hampshire svona hvað heitir hann það heitir Exeter High School sem er fyrir ríkubörnin þetta er einkaskóli og það eru 12 nemendur í hverjum bekk og allar greinar kannski nema einhverju verklegi tímar eru kenndir við svona sporskjólabók svipað á hér já svona svipað á hér og það eru allar greinar og þau voru í stærðfræði og alls konar greinum sem að þetta heitir Harkness þessi aðferð og Harkness table er það kallað hefur hittum þetta Harkness table og þetta var kannski ég veit ekki þetta var kannski ekki endilega svona sérstak heimspekilegt þannig en þetta var samtal námsefnið í staðan fyrir að æða bara áfram og það sem að kennarinn og nemendurnir sátu í þessu við þetta fyrirkomulag og svo var rætt svolítið efni Við kennt í Bandaríkjunum þá biður nemendur að koma með stóla inn í stúðuna við erum ekki inn eitt borð nei þannig að hefur stundu gerst að við komum inn með sófa já það eða sólstóla og alls konar það getur verið áhugavert og það virkar líka já einmitt það gerir það sko og það er svona afslappað andrúmsloft en samt meira það ekki sopna sko. nei einmitt það getur stundu verið svolítið þunn lína milli þægilegra stemningar og leti ekki kveikja ljós já einmitt